feðraveldið djöfullinn og feminismi þessi heilaga biblía sem að hvergi má gera athugasemdir við. Það má ekki benda á tvískinnung, það má ekki benda á það að þetta eitthvað svona sérkennilegt sem að fer oft þar fram. Það má ekki benda á það þegar akademísk vinnubrögð ekki fyrir hendi. Það má ekki benda á neitt. Þú þarf bara að passa upp á það að feðraveldið, sem náttúrulega djöfullinn, eitthvað sem að þú átt að forðast í gríð og erg. Þú þarft ekki að útskýra fyrir neinum hvaða nákvæmlega þýðir. Heldur þarftu bara skrifa upp á það að með syndaaflausn að þá getur þú mögulega verið í stakk búinn til þess að eiga einhvers konar atkvæðisrétt í svona samfélagslegri umræðu hin ýmsu mál. En þú ert samt aldrei nóg Svo ertu náttúrulega með þennan forréttindapíramída þar sem að þú þarft að stika þig í gegnum það hvort að þú ert svartur eða hvort að þú ert lágvaxinn eða hvort að þú hafi átt erfitt eða hvort að þú ert x og x og x og það í rauninni staðsetur það hversu mikið mark við að taka á því hvað þú hefur að segja. Hefur ekkert að gera með það hvort að þú hafir einhvers konar reynslu af einhverjum málefnum, það hefur ekkert að gera með það hvort að þú teljir einhvers konar athugasemdir þurfa að vera upp á pallborðinu til þess að við tökum betri ákvarðanir. Nei. Það snýst allt um það að þú ert cis-heteronormatífur ófatlaður hvítur kall sem átti ekki að vera að segja neitt. Þetta algrími var alltaf að fara að verða Donald Trump og það er alltaf að fara að verða þannig að fólk bara hugsa, þetta bítur mig ekki lengur, ég bara nenni ekki að hlusta á þetta.